Dómsmálaráðherra hefur óskað skýringa frá héraðssaksóknara vegna stórfellds gagnaþjófnaðar úr kerfum sérstaks saksóknara. Lengstu fyrstu umræðu í sögu Alþingis lauk síðdegis þegar að veiðigjaldsfrumvarpið var sent til atvinnuveganefndar. 70 dögum eftir að Ísraelsher lokaði fyrir neyðaraðstoð til Gaza hver einasti íbúi í hættu á hungursneyð. Sameinuðu þjóðirnar segja of seint að bíða þar til hungursneyð hefur verið staðfest. Aðeins hefur slaknað á spennunni í tollastríði Trumps við Kína. Samningar hafa náðst lækkun tolla næstu 3 mánuði. Leikhús fáránleikans, segir maður sem þurfti að verja 80 milljónum í að laga 10 ára gamalt hús sem hann keypti. HMS kynnti í morgun aðgerðir sem eiga meðal annars að bæta stöðu kaupenda. Þetta getur ekki klikkað, sögðu sultu slakir Væp-bræður fyrir dómarareynsli fyrr í dag. Þeir stíga fyrstir á sviði í fyrri undankeppni Eurovision á morgun. Gott kvöld. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur óskað eftir upplýsingum frá embætti héraðssaksóknara lykilatriði í PPP-málinu varða stuld gagna frá lögreglu og saksóknara sem greint hefur verið frá í Kveik og Kastljósi. Hún sagði á Alþingi í dag að málið græfi alvarlega undan trausti almennings til réttarkerfisins og að nauðsynlegt væri að skoða það í þaula. Hún hefur sent héraðssaksóknara bréf þar sem hún óskar upplýsinga meðferð gagna, öryggisráðstafanir, aðgangsstýringu og reglur eyðingu gagna á sínum tíma. Þá mætir ráðherra á fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem ákvað í morgun að taka málið til skoðunar. Stórfelldur gagnaþjófnaður úr kerfum sérstaks saksóknara fyrir rúmum áratug eru alvarleg svik við almenning í landinu og vitaskuld við þá sem ræðir í þessum gögnum. Það óþolandi tilhugsun að til séu þeir sem deilt hafi þessum gögnum með óviðkomandi fólki. Það heggur alvarlega í traust almennings til alls kerfisins því miður. Svona, það má ekki gerast. Réttarkerfið á allt sitt undir trausti og við eigum þess vegna að rannsaka það í þaula. Ég hef nú kallað eftir upplýsingum og skýringum frá tíð sérstaks saksóknara og ég styð þau fyrstu skref sem ég sé að þingin að stíga í þessu máli. Og við höldum áfram á Alþingi en þar lauk fyrstu umræðu frumvarp atvinnuvegaráðherra veiðigjald síðdegis með atkvæðagreiðslu. Já, Magnús Geir, ekkert mál hefur fengið meiri umræðu í fyrstu umræðu en þetta og bar atkvæðagreiðslan þess merki? Já, hún gerði það svo sannarlega, reynir að fá út ágóður hluti þingfundarins í dag, ræða þingfundin á laugardaginn var. En það var boðið til sérstaks auka þingfundar til að ræða eða til að klára þessa umræðum veiðigjaldið. Þingmenn minnihlutans komu hérna upp í röðum til að ræða meinta slælega mætingu þingmanna meirihlutans og sérstaklega fjarveru fjármála- og efnahagsráðherra sem var staðgengill atvinnuvegaráðherra í umræðunni. Það hafði verið sérstaklega kallað eftir nærveru Daða Más Kristóferssonar í umræðunni en hann sást aldrei í þingsal og hann upplýsti síðar að hann hefði verið á vinnufundi hérna í næsta húsi á vinnufundi Viðreisnar en þar sem umræðan kláraðist fyrr en búist var við hefði hann einfaldlega mistað umræðunni en þær skýringar hans féllu vægast sagt í grýttan jarðveg hjá stjórnarandstöðunni. En svo kom að sjálfri atkvæðagreiðslunni og þar var líka deilt. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gerðu tillögu að máli færi til efnahags- og viðskiptanefndar, þar sem augljósa skattahækkun var að ræða en tillaga atvinnuvegaráðherra gerði ráð fyrir því að máli færi til atvinnuveganefndar. Þingmenn höfðu mikla þörf fyrir að tjá sig þetta mál í dag. Við skulum grípa niður í það helsta í umræðunni. Það snýst málið. Það snýst málið. Þetta ígildi 75% tekjuskattshlutfalls og við getum bara ekki staðið hér og samþykkt svoleiðis skattlagningu á hvaða atvinnugrein sem er. Þetta vanhugsað frumvarp, þetta popúlískasta frumvarp sem ég hef lesið, þannig að ég styð þetta fara í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem það á heima með skattahækkanir. Þá alls ekki verið að tvöfalda veiðigjöldin sem ítrekað haldið hér fram ranglega úr ræðustól. Að það löng saga fyrir því að hér séu greidd réttlát gjöld þegar að aðilar fá afnot af því sem að þjóðin á. Það nú bara það sem að þetta mál snýst
Já, og svo fór nú endanum að þingmenn meirihlutans tryggðu það að máli færi til atvinnuveganefndar og hjá mér formaður þeirrar nefndar, Sigurjón Þórðarson. Já, hvað ætlið þið eitthvað langan tíma í að klára þetta mál? Það kemur bara í ljós. Það verður farið yfir það farið út til umsagna núna og ég reikna með því að það hafi bara sinn venjulega feril. Ég vona að kalla marga gesti fyrir nefndina. Hefur ekki að vona það að Íslandsmet stjórnarandstöðunar hafi orðið til þess að skýra málið og þá stytta meðferð þess í nefndinni. En þetta vel unnið mál að hendi atvinnuvegaráðherra, þannig að ég tel að það eftir því sem að það fær bara betri kynningu í samfélaginu, þá muni stuðningu við málið vaksa. Má ekki búast við því, ljósi þess hversu mikið málið var rætt, að það veri mikið rætt í annar umræðu og því þurfi kannski aðeins að ýta málinu í gegn í nefndina? Það svo heitt hvort að menn hafi tæmt sig í fyrstu umræðu. Það má alveg leiða líkum að því að hún var bara Íslandsmet og þeir eru bara Íslandsmethafar hér í málþófi. Takk fyrir það, Sigurjón. Já, sjáum til hvað gerist. Við látum þessu allavega lokið að Vesturvelli í bili. Já, takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson. Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur Karli Wernersinni fyrir umfangsmikil skilasvik. Sonur Karls og sambýliskona eru einnig ákærð í málinu en fyrir peningaþvætti. Fjallað var málið í Speglinum í kvöld. Karl í ákærunni sagður hafa reynt að koma undan sínum dýrmætustu eignum á árunum 2016 til 2018, meðal annars einbýlishúsi í Garðabæ, villu á Ítalíu og félaginu Tosca. Þótt skiptastjóra þrotabús Karls hafi fengið flestum af þessum ráðstöfunum rift fyrir dómi, eru skilasvik refsiverð samkvæmt hegningalögum. Ákæran verður þingfest í héraðsdómi Reykjaness í vikunni. Nánar má lesa málið á ruv.is. Á meðan tugþúsundir tonna af matvælaaðstoð bíða afhendingar við landamæri Gaza hver einasti íbúi þar í hættu á hungursneyð. Nokkrar vikur eru síðan sjúkrahús hættu að geta gefið sjúklingum að borða. Hungur orðið normið á Gaza. 70 dagar eru síðan Ísraelsher lokaði fyrir neyðaraðstoð. في آخر أسابيع المريض يقوم بالاعتماد على نفسه بتوفير وجبات الطعام. Og það ekki auðvelt, lítið sem ekkert í boði á mörkuðum. لقيت علبة تونة، علبتين فول، إيش بدها تساعد مريض له شهر مرمي في الفراش وفي حاجة في أمس الحاجة للأكل والشرب. هيو امبارح أكلت نص العشاء وهذا النص عشان تكمل على بقيتها. حسبي الله ونعم الوكيل فاللي بيشوف وجعنا وساكت. Hveitið löngu búið og fólk hefur notað malað pasta í brauðgerð. مضى من مدة أسبوعين تقريبا. خلصت المعكرونة صرنا الحين جايين نطحن عدس. نجرب كيف العدس بده يطلع يعني. This is not a natural disaster, but a human-made catastrophe that the world should not allow. UNICEF og matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna sendu þessa tilkynningu í dag, þar sem varað við hungursneyð barna. Ef við skoðum aðeins millifyrirsagnir þá segja þær meira en 1000 orð. Verður og seint að bíða á eftir staðfestri hungursneyð, alvarlegur matarskortur, tugþúsundir tonna af matvælaaðstoð bíða afhendingar, byrðir að þrotum komnar. How long are we going to continue to do a countdown? That's unacceptable. Ísraelsk stjórnvöld vilja ráða bandarískt einkafyrirtæki til að sjá neyðaraðstoð á Gaza. Hjálpar og mannúðarsamtök vara eindreið við því. Það sé þeirra að meta hver þurfi mest á aðstoð að halda. Bandarísk-ísraelskur maður sem var tekin í gíslingu af Hamas í október 2023 var leystur úr haldi í dag. Skömmu áður en Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kemur í opinbera heimsókn til Miðausturlanda. Maðurinn 21 árs og heitir Ethan Alexander. Hamas vonast til þess að lausn hans liðki fyrir vopnahlésviðræðum við Ísrael, en samtökin segjast vera í beinum viðræðum við Bandaríkjastjórn vopnahlé. Talið að 59 gíslar séu enn á Gaza, en aðeins 24 þeirra séu á lífi. Bandaríkin og Kína hafa samið hlé á tollastríði næstu 3 mánuði. Tíðindin höfðu jákvæð áhrif á markaði víða heim. Bandaríkjastjórn hefur hækkað tolla á öll ríki heims síðustu vikur og einna mest á Kína. Stjórnvöld þar hafa svarað með tollahækkunum. Staðan var orðin svo að tollar Bandaríkjana á innflutning frá Kína voru komnir í 145%. Því svöruðu Kínverjar með 125% af tollum á Bandaríkin. Að margra mati jafngilda svo háir tollar viðskiptabanni. And neither side wants that. We do want
trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. Sendinefndir ríkjanna ræddu saman í Genf í Sviss helgina og komust að samkomulagi sem á að gilda næstu 90 daga að Bandaríkin lækki tolla í 30% og Kína í 10%. Í tilkynningu viðskiptaráðuneytis Kína segir að vonast sé til þess að viðræðum verði haldið áfram svo að tryggja megi samkomulag til framtíðar. Tollarnir hafa áhrif víða heim og markaðir til að mynda í Þýskalandi tóku við sér eftir að tilkynnt var samkomulagið í morgun. Sérfræðingur segir fólk hóflega vongott að það versta sé yfirstaðið. Die Börsen sind mit einem Paukenschlag in die neue Woche gestartet. Der DAX hat ein neues Allzeithoch aufgestellt, kurz nach der Eröffnung. Grund hier ist die Hoffnung auf eine dauerhafte Einigung im Zollstreit mit China. Velkomin Már Miksa, nú náðust þessi samningar í dag til 3 mánaða. Telur líklegt að þessi ríki ná að semja til framtíðar? Það er ómögulegt að segja til það en hlutabréfamarkaðir þeir voru búnir að má segja þeir markaðir hafi gert ráð fyrir að það erði einhvers konar viðleitni í þessa átt. Hlutabréf hafa síðustu daga fyrir helgi verið að hækka þannig að áhrifin í dag gengi bréfa hækkaði þannig að það er bjartsýn á mörkuðum að þetta náist. Og þá aðalega bara sem dæmi hlutabréf í FedEx sem séu milliríkja sendingar gengi á FedEx hækkaði 8% í dag þannig að það er vissulega mikla vonir bundna við þetta en því má við bæta að það voru svona sögusagnir hafa verið að Kínverjar hafi haft áhyggjur af því að Bandaríkjamenn fara saman við aðra þeir sömdu meðal annars við Bretum daginn. Þannig að þetta kom ekki alveg á óvart en samt sem áður þetta voru jákvæðar fréttir. En telur það að önnur ríki getur núna sé betri aðstöðu til þess að fara að semja við Bandaríkin? Nei, það er bara ómögulegt að segja til það. En þetta tollastríð hefur fyrst og fremst verið milli Bandaríkjanna og Kínverja og það má kannski segja svona bara að gengi bréfa þau hækkuðu nú kannski ekki eins og sagt var í fréttin áðan eitthvað brjálæðislega mikið, það varð einhver hækkun á hlutabréfamörkuðum en það er kannski frekar að það verði svona minnkandi óvissa og að þetta tollastríð fari ekki að breiðast út alla veröld. Þú nefndir aðeins þessi jákvæðu áhrif sem þessi samningur hafði, gætti þessar áhrif eitthvað hér á landi? Já, vissulega. Gengi íslenskra fyrirtækja flest allra hækkaði á mörkum í dag og Alvotech til dæmis hækkaði mjög mikið sem á mikið undir að það verði að tollastríð breiðist ekki enn frekar út. Þannig að vissulega voru áhrif hér. Aðeins í lokin Trump sagðist hann ætla að hækka þessa tolla til að til dæmis auka viðskiptajöfnuð. Heldur honum takist það með þessu? Það er hugsanlegt að það gerist en það gerist ekki á einni nóttu. Nei. Kærar þakki fyrir þetta Már. Takk fyrir. Og öðru, réttur fasteignakaupenda vegna galla í nýbyggingum eykst til muna verði tillögur Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar að veruleika. Róttækar breytingar á byggingaeftirliti eru lagðar til. Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun kynnti í morgun tillögur að aðgerðaáætlun sem ætlað að koma í veg fyrir eða fækka göllum á nýbyggðum húsum. Stofnunin segir fjölmörg vandamál hrjá íslenskan mannvirkjaiðnað, reglubyrði sé þung, stjórnsýslan óljós og þunglamaleg og fyrirsjáanleika skorti. Að þessu sinni þrennt lagt til að ytra eftirlit verði í höndum óháðra skoðanastofa í stað byggingafulltrúa, að staða byggingarstjóra verði lögð af og iðnmeistarar og hönnuðir beri ábyrgð gagnvart verkeiganda og loks að neytendavernd verði tryggð með lögbundinni byggingagalla tryggingu. Á móti falla niður kröfur starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra og hönnuða, skil á áfangaúttektum falla niður sem og virkniskoðanir gæðakerfa. Þetta á að bæta hag fasteignakaupenda og tryggja þá betur. Já, það er náttúrulega vonin okkar að þetta muni leiða til þess að fyrir það fyrsta að byggingagöllum fækki. Það er náttúrulega besta neytendaverndin að það séu ekki gallar. En ef uppkoma gallar þá er það tryggingin sem að tekur þar yfir og þá losna neytendur við það að bera ábyrgð á ágreiningnum á því
hvort er að ræða galla, hver ber ábyrgð á honum og slíkt, vegna þess að það þarfnast lögfræði aðstoðar og dómsmála oft á tíðum. Þórunn segir skapa vanda að ekki liggi fyrir gögn eða upplýsingar hversu algengir gallar í nýbyggingum eru, en með miðlægum gagnagrunni skoðunarstofa ætti slíkt að fást og þá betur hægt að leggja mat á stöðuna. Krafa uppi að byggja mikið og byggja hratt, en Þórunn segir mikilvægast að byggja vel. Ef illa sé byggt verði kostnaðurinn enn meiri. Lagabreytingar og fleira þarf til að koma kerfinu á. Já, við náttúrulega vonumst til þess að þetta geti gengið hratt fyrir sig, en já, það vissulega þörf á lagabreytingum til þess að klára þetta til fullnustu. Þorgils Sigvaldason og fjölskylda keyptu árið 2017 10 ára gamalt hús. Fljótlega kom í ljós smávægilegar steypuskemmdir hér og þar, en þegar húsið var skoðað betur og rakamælt kom í ljós að það var nánast ónýtt. Gluggar voru ólöglegir og ekki samkvæmt tekníku. Búið var að múra fyrir öll öndunarrör og fleira. Þau töpuðu dómsmáli að sögn Þorgils þar sem það var fyrnt og þau höfðu ekki samband við fyrri eiganda nógu snemma. Nú hafa þau nánast endurbyggt húsið og kostnaðurinn mikill. Einhverstað milli 70-80 milljónir, 4 milljónir í urðun, 5-6 milljónir í lögfræðikostnað. Eins og glöggir áhorfendur sjá heldur Þorgils á spýtu með áföstu kússkafti. Þetta var notað til að halda þakkaltinu saman á einu stað og eins og fyrirhandi sagði það var engu til spara með byggingarefni og ég búin að leita til marga sérfræðinga og það enginn sem hefur notað kússkaft í þakkantaður og notabene. Þetta okkur að kenna, við byggðum ekki einu húsi sko. Þetta leikur fáránleikans. Og í Kastljósi í kvöld verður fjalla nánar tillögur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að breyttu byggingaeftirliti. Nýr páfi kaþólskur kirkjunnar Leó XIV lagði áherslu á friðsamleg samskipti manna í milli þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun, í fyrsta sinn eftir að hann var kjörinn í embættið í síðustu viku. Þeir fjölmörgu blaðamenn sem voru samankomnir á fyrsta blaðamannafundinum fögnuðu nýjum páfa ákaft. Í ræðu sinni sagði hann mikilvægt að fólk vandaði orð sín þegar það talaði aðra og skiptist á skoðunum. Þá kallaði hann eftir lausn þeirra blaðamanna sem eru í haldi vegna skrifa sinna. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva hefst á morgun og Ísland fyrsta landið á sviði í keppninni í ár. Líkt og í fyrra þáttaka Ísraels í keppninni umdeild. Utanríkisráðherra Íslands og fyrrum þáttakendur í keppninni eru meðal þeirra sem vilja ekki að Ísrael taki þátt og nokkrar evrópskar ríkisstöðvar hafa hvatt EBU til að endurskoða þátttöku landsins. En Gunnar Birgisson í Basel í Sviss þar sem keppnin haldin í ár. Gunnar, þessi umræða fyrirferðarmikil þarna í aðdraganda keppninnar? Nei, ég get ekki sagt að við verðum mikið vör við þetta hérna úti í Basel. Löggæsla og umræða töluvert minni heldur en hún var í Malmö í fyrra og við í raun og veru rétt eins og þið heima lesum í raun og veru bara þetta í vefmiðlum að meðal annars voru mótmæli á turkisbláa dreglinum í gær og í kringum þessa opnunarhátíð. En við aftur á móti verðum ekkert vör við þennan ísraelska hóp. Þau æfa og eru að dvelja á öðrum stað heldur en íslenski hópurinn og eru með aðra æfingatíma í raun og veru heldur en Ísland því að þau keppa á fimmtudaginn en ekki á þriðjudaginn eins og Ísland. Einmitt. Og eins og áður sagði þá stíga væbræður fyrstir á svið annað kvöld. Eru þeir klárir í slaginn? Já, þeir eru vægast sagt klárir í slaginn. Þeir eru hér búnir að vera að dreifa orku, jákvæðni og gleði út allt Eurovision þorp og þó víðar væri leitað. Þeir hafa leikið við kullsvinnfingur á turkisbláa dreglinum í gær, þá tóku þeir öll viðtöl sem þeir voru beðnir að mæta í og það var reynilega setið þá af fjölmiðlum og þeir hafa slegið í gegn hvert sem þeir fara. Það sama væri raun og veru upp á teningnum í dag þegar þeir voru á milli æfinga og svo núna dómararenslis. Þeir voru að klára dómararensli núna rétt í þessu og við rétt svo náðum að klukka þá meðan þeir voru í förðun hérna rétt áðan. Strákar, ein æfing búinn og svo það bara dómararensli. Hvernig var æfingin á það? Þetta gekk sjúklega vel. Ég held að þetta getur ekki klikkað, sko. Komið eitthvað meira stress núna eða eitthvað svoleiðis? Nei. Eitthvað líður bara jafnvel? Já, ég er bara ógeðslega spenntur og bara sýna heiminum atriðið okkar og að búið að laga alla punkta sem vorum að biðja að laga eins og með hljóðið okkar, þannig að allt að ganga eins og í sögu. Erfitt að keyra sig upp í
annan flutning af þessu lagi núna þegar þeir eru búin að flytja svona cirka 13 milljón. Þið heldur verður bara einfaldara með hverju skipti. Eiginlega, sko. Þetta er bara, við erum bara orðin svolítið róbótar. Við veitum nákvæmlega hvað við erum að gera, hvaða tímapunkti í laginu. Þetta er allt bara, þetta gengur svo smurfið. Þetta verður gaman. Ég vona að fólk skemmti sér að horfa á okkur fíbla okkur á sviði. Gangi ykkur vel, strákar. Takk fyrir. Það var sumarlegt við Eyjafjörð í dag þegar 60 kampakátum kúm var hleypt út úr fjósi á bænum Holtseli. Eyfirðingar fjölmenntu á bæinn í glampandi sól og nutu óspilltrar gleði kúna sem voru greinilega frelsinu fegnar. Og þá að veðri. Víðáttumikil hæð langt suður í hafi og lægð suður af hvarfi beina til okkar hlýjum suðlægum áttum næstu daga. Á morgun útlit fyrir sunnan 5 til 10 metra á sekundu en hvassara í vindstrengjum á norðvestanverðurlandinu. Víða bjartviðri, hiti 11 til 20 stig, hlýjast fyrir austan en þykknar upp vestanlands annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta lýkur í kvöld með leik Þróttar og Víkings. Fyrr í dag mættust Stjarnan og Tindastóll. Makalafúts með skot og þetta ekki búið. Tindastóll að komast yfir hér. Sömu lið áttust við í úrslita einvígi úrvalsdeildar karla í körfubolta í gær og ætti að segja að soðið hafi upp úr. Í íþróttum hér handan við hornið. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Dómsmálaráðherra hefur óskað skýringa frá héraðssaksóknara vegna stórfellds gagnaþjófnaðar úr kerfum sérstaks saksóknara. Lengstu fyrstu umræðu í sögu Alþingis lauk síðdegis þegar veiðigjaldsfrumvarpið var sent til atvinnuveganefndar. 70 dögum eftir að Ísraelsher lokaði fyrir neyðaraðstoð til Gaza hver einasti íbúi í hættu á hungursneyð. Sameinuðu þjóðirnar segja of seint að bíða þar til hungursneyð verður staðfest. Aðeins hefur slaknað á spennunni í tollastríði Trumps við Kína. Samningar hafa náðst lækkun tolla næstu 3 mánuði. Leikhús fáránleikans, segir maður sem þurfti að verja 80 milljónum í að laga 10 ára gamalt hús sem hann keypti. HMS kynnti í morgun aðgerðir sem eiga meðal annars að bæta stöðu kaupenda. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Allar nýjustu fréttirnar eru að vanda á ruv.is á íslensku, á ensku og á pólsku. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi. Sjáumst þá, verið sæl.